What a surprise, open your eyes, woman advisor. The name of this entertainment is Women Lose Weight. Our first years of marriage, everything was just great. But after 2 kids and... Hvar var ég stattur? Já, ég var nú bara í bónus. Gleymið þess aldrei, þetta var svona, ég var nú bara vesla svona bara inn fyrir heimilið, bara hversdagsleikinn í allir sinni myndir, ég fæ þetta símtal. Og mér var tilkynnt að þau voru að fara að gifta sig. Það var erfitt svona til að byrja með. Ég svona, já, það kom alveg dauðaþögn. Ég náttúrulega hætti bara, lagði fram í pókana og svona fauk svolítið í mig, ég ætla ekki að neita því að fauk í mig til að byrja með. Þetta er svona svo að spyrja hver maður var þegar John Lennon var skotinn eða JFK. Svona hálfpartinn svona sorgarsagan, svona gleðilegt moment auðvitað að Kristín sé gengin út, það eru margir sem að sjá eftir henni. Og ég man það nákvæmlega að ég var að fara á æfingunni í Kaplakrika. Það var hringt í mig og mér var tilkynnt þetta og ég beðið að kommenta á þetta. Það voru einhverjir blaðamenn sem hringdu og vildi að ég myndi tjá mig þetta mál. Ég gæti bara ekki að svo stöndi. Ég var nú heima á Kristínu þegar ég frétti þetta og það kom mjög flatt upp á mig og ég meira flatt upp á Kristínu kannski eða hún vissi ekkert af þessu. Ég var, fyrstu fréttindan sem ég fekk þá var ég á borgarstjórnarfundi sem nýbúinn að ljúka við ræðu og ég var búinn að taka eftir því að það var eitthvað að gerast sko. Menn voru að tala saman og það voru að rétta miða og menn voru í tölvun og voru á netinu og eitthvað svona. Það var greinilega einhverjar samræður. Ég fann strax að það var eitthvað í gangi sko. Strax og ég er búinn með ræðuna að þá kemur aðstofamaður minn og borgarlögmaður koma og greinilega búin að bíða eftir því ég kláraði, þannig að þau koma og tala við mig og aðstofamaður minn hvíslar í hana á mér. Kristín ætlar að giftast honum. Já, okkar samband mjög náið. Ég kynntist henni, það var svo skrítið, ég var á skíðum á Ítalíu. Þá nálgast hún mig, hún Kristín. Ég gleymi því aldrei. Það var eins og engill í mannsmynd þegar ég kom með þarna bara. Hún settist hjá mér og hún sagði, þú ert Íslendingur, ég sé það. Og ég sagði, já, ég er Íslendingur. Já, ég sé það, ég sá það langa leiðir, sagði hún. Og ég alveg, nú, af hverju? Vegna þess að þú talar íslensku. Jökull. Nei, ég var svo ánægð að hann myndi láta mig vera. Alltaf að mig, alltaf að senda mig eitthvað svona dón á e-mail. Eitthvað, maður ég segja Kristín, ég er að segja við þig bara takk æðislega að taka frá mér. Bara you go girl. Þú veist. Þú veist ekki hvað það fara út í en var það grandleita. Svo, haltu honum. Svo hann kemur ekki aftur til mín. Þetta bara strax farið að hafa gífurleg áhrif út af því að þetta verður náttúrulega í fyrsta lagi þá verður náttúrulega stúlkur að þurfti að fara marga hverja bara í áfallahjálp eftir að fréttu þetta og þetta verður náttúrulega bara, þetta minnir mann helst bara á hrun bankana 2008. Þetta var hann trýtaður alveg heilu sólarhringunum saman, alveg þetta eins og kóngur, ég skil ekki hvað hann er að gera í hjónaband. Ég og Kristín, við höfum okkur langa sögu og ég veit alveg hvað hún vill í lífinu og ég hef ekki trúið að þetta sé það sem hún vill í lífinu. Þú veist, af hverju er hún að gera þetta? Telur hún sig ekki eiga annarra kosta völ eða er hún að gera þetta fyrir hann? Og þá segir ónefndur maður hún hefur náttúrulega alltaf verið aumingjagóð og það er alveg rétt, hún er það. Hún getur gert gott úr þessu, ég meina þegar þeir giftast og flytja í gráin og fá sér stationbíl með tveim innbyggðum barnabílstólum og fjölskyldumyndir og finni, hún getur kannski gert gott úr þessu.
en það náttúrulega hefur hún náttúrulega unnið með þroskaft og þá kannski eðlilegt að nýti þá reynslu alveg massíft með hann jökli. En þetta er náttúrulega fyrst og fremst frábærar fréttir fyrir Jökul vegna þess að hann er einhvern veginn safe en það er náttúrulega allt annað fyrir Kristínu. Annars þetta náttúrulega, þetta verður stór dagur og mikil veisla og sennilega mikið af ljósmyndurum og blaðamönnum í kring og ég bið bara Kristínu að halda þolinmæði og bið Jökul að hafa sig bara vel, sjá vel hann. Þó að ég skilji það ekki að þá ber ég virðingu fyrir því og ég til dæmis eins og bara þegar einhvern maður til þess ákveður að gangi í kluss. Ég skil það ekki, mér finnst það svona en ég ber virðingu fyrir og ég óska henni bara alls góðs. Þannig að Kristín, ég bara sendi þér hamingjóskir á þessum merka degi og ég vona að þessi maður sem þú ætlar að fara að giftast reynist þér góður. En mundu það ef hann gerir það ekki þá áttu vin í mér og jafnvel eitthvað meira. What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Kristín, ég elska þig. Kristín, ástarkveðja frá okkur. Til hamingju með daginn. Og ef hann reynist þér ekki vel, þá erum við hérna fyrir þig, við elskum þig.